Jón Helgi Hannesson, til hamingju með stigið 3, sigurinn í dag. Þú myndir rækilega á þig. Já, ég er búinn að vera frá vegna meiðsla og þurfti að vera með bekkinn í dag, enda strákarnir búin að standa sig vel með í öðruburtu. Þannig að þú veist, ég skildi þetta en auðvitað var ég drullu fúll, en þá var maður bara að nýta sénsinn þegar maður kemur inn á. Jói, fyrri hálfleikur, hann var svona, hvað ég að segja, lala, en við stjórnaði leiknum þó varum ekki að gera henni sérstaklega hluti, svo fór þetta dætt í seinni hálfleik. Já, ég meina, þú veist, fyrri hálfleikur þá var þetta bara svona, það var barátta og bæði liðin svona reyna að finna sinn stað í leiknum og svo bara í seinni hálfleik þá ákváðu að koma grimmir inn og sýna þeim að þetta væri okkar völlur og það tókst. En þið hættu því svo þegar rauðarspjaldið kom á Haukamanni, þá var eins og þið hefðu bara látið staðar numið. Hvað gerist þeirra? Já, hvað gerist? Mér fannst við kannski dettum aðeins tilbaka í stöðinni 2-0. Það er óvart skilur, en það er eðlilegt. Ég meina, menn reyna að verja markið sitt og halda hreinu. Það mistókst. En það er gott að sigla þessu heim eftir að þeir eru konum með mómentum með sér þegar þeir skora 3. markið. Það er oft mikilvægasta markið, en við sýnum bara flottan styrki að halda þessu út og vinna. Nú eru konið 5 sigurleikir, þannig að þetta hlýtur að hleypa áli gríðarlegri stemmingu í hópinn. Aukinni stemmingu. Já, þú getur rétt ímyndað að við erum efstir og það er markmiðið. Þannig að við erum bara sáttum í lífi og tilhörna. Jói, farðu og fagna með strákunum og til hamingju með sigurinn. Takk fyrir það. Donni Sigurðsson, til hamingju með sigurinn dag. Hvernig fannst þér leikurinn svona heilt yfir? Mér fannst hann ágætur, ekkert mikið meira það. Við lögðum það sem í rauninni það sem að skópa hann að segja þetta var svona baráttusigur. Þetta var bara að við kláruðum okkar föstu leikadriði núna vel í seinna hálfleik og það var rauninni það sem að gerði sigurinn fyrir okkur, en annars fannst mér þetta nokkuð bara jafn leikur. Mér finnst Haukarnir vera öflugir og komur reyndar ekkert óvart því að þeir eru öflugir og þeir hafa verið að reyta stig og eiga eftir að gera það meira í sumar. Nú virtist eins og ég var að segja Jóhann Helga, það var svona fyrir hálfleikar svona lala, svo virtist þið ætla svona að keyra yfir á því seinni hálfleik, en svo kemur einhver værukæri menn þegar þeir fá rauða spjaldið og hleypir aldrei slífi í þá. Já, það er nefnilega oft þannig að þegar lið lendur einum færri, þá kemur svona hleypu þeim kapp í kinn og þeir rauninni oftar en ekki eru liðin hinn sem eflast við það. Það þótt ótrúlegt sé En eins og ég sagði á hann að mér fannst Haukarnir vera góðir, þeir eru góðir og þetta var bara mjög flottur sigur hjá okkur. Eins og þú ert að lýsa ákveðin kraftur sem kom með inn í seinni hálfleikinn og konum 2-0 yfir og þá vissulega er það svona ómeðvitað hjá mönnum að þeir vilja vernda stöðuna og við gerum það ágætlega langflest nema í þessu eina atviki sem var markið sem var úr atriði sem var mikið búið að tala að þeir munu leggja upp með og gerðu allan leikinn og það var ein frábær sending á þeim sem skapaði það. En við kláruðum leikinn og það er rosalega jákvætt og ég er mjög ánægður með liðið mitt í dag. Við getum sagt að þetta sé sigur liðsheildarinnar. Algjörlega sigur liðsheildarinnar og Þór er með frábæra liðsheild og virkilega flottir einstakleikar hverju einustu í öllum hópum. Og það er það sem mun að öllu líkindum vonandi að halda áfram að fleyta okkur og gefa okkur fleiri stig og fleyta okkur langt í þessari deild því að það eðlilega ætlum við að vinna alla leiki og ef við gerum það þá fyrir við langt. Þið eru allavega lagður á staði þeirri vegferð, nú eru konum 5 sigurleikir þannig að það hlýtur að hleypa góðu kraft í ykkur og auki sjálfstraust. Engin spurning, við erum með sjálfstrausti í botni, hins vegar erum við raunsægir menn og tökum hvern einasta leik fyrir í einu. Það sem skiptir máli akkurat núna er bara næsta leikur sem við erum út í Víking Ólafsvík og akkurat í hausnum á mig núna er ég farin að undirbúa hann. Og þetta er ekkert búið? Það er langt frá því að vera búið, það er ekki einu sinni hálfa mótið þessi og það er svo svaklega mikið eftir þannig að það er ennþá mikilvægara fyrir alla að halda sér á jörðinni en samt sem áður að kunna að meta það sem þeir hafa gert við þeir hafa staðið sér feikilega vel og nú er bara að halda áfram á sömu braut og bæta enn meira í. Donni, ég segi bara takk fyrir skemmtunum dag, takk fyrir sigurinn, fara og njóta með strákonum og svo bara sjáum við til næsta leik. Takk í Ólafsvík. Já, við gerum okkar allir besta þar, takk fyrir.